Síðasta vika var svo sannarlega glæsileg fyrir okkur KA-fólk og byrjum við yfirferðina í handboltanum. Kvennalið KA Þórs tryggði sér sigur í Greil 66-deildinni með öruggum 30-21 sigri á HK í hreinum úrslitaleik sæti í efstu deild að ári. Stelpurnar hreinlega keyrðu við deildina en þær töpuðu ekki leik og hafa sýnt það og sannað að þær eiga svo sannarlega erindi í deild þeirra bestu. Til hamingju með frábæran vetur og við hlökkum til að sjá liðið á komandi tímabili. Það var öllu verið spennað á körlunum en KA vann HK 23-22 eftir svakalegan leik. HK leiddi með 3 mörkum með lítið var eftir en strákarnir sýndu mikinn karakter og sigldu 2 stigum. Einn leikur eftir deildinni og á liðið enn tölfræðilega möguleika á sigri deildinni en öruggt heimileikarétt í umspili laust sæti í efstu deild að ári hið minnsta. Kvennalið KA í blaki gerði sér lítið fyrir og lagði Þrótt Reykjavík tvívegis í einvígileiðan í úrslitakeppni Missúndeildarinnar og er því komið áfram í næstu umferð. Stelpunum gekk ekki vel í sjálfri deildakeppninni í vetur en úrslitakeppnin aldrei önnur keppni og aldrei að vita hvað gerist gegn Stjörnunni í næstu umferð. Karlamegin leika deildar og bikarmeistarar KA gegn Aftureldingu í undanúrslitum Íslandsmótsins. KA byrjaði mjög vel og vann 3-0 sigur í fyrsta leik liðanna en Afturelding svaraði 3-1 í næsta leik og er staðan því jöfn 1-1. 3 sigra þarf til að komast í úrslitaleik. Í fótboltanum vann KA 1-5 sigur á Þrótti í lokaleik liðanna í Lengjubikarnum. KA vann það með riðlinum með fullu húsi stiga og er komið áfram í undanúrslit. Elvar Árni Aðarsteinsson og Archie Nkumu skoruðu 2 mörk hvor og Hallgrímur Már Steingrímsson gerði fyrsta mark leiksins. Í undanúrslitum mætti liðið Grindavík. Íslandsmeistarar Þór KA lögðu bikarmeistara IBVF af velli 1-2 í Lengjubikarnum á föstudaginn. Lára Einarsdóttir og Arna Sif Ásgrímsdóttir gerðu mörk okkar liðs eftir að IBVF hafði leitt 1-0 í hálfleik. Þetta var fyrsti sigur liðsins í keppninni og er góður möguleiki á sæti í undanúrslitum náist sigur í lokaumferðinni. Herrakvöld KA fer fram á laugardaginn og verða Guðjón Þórðarsson og Valdimar Grímsson ræðumenn. Veislustjóri verður Höddi Magg. Miðaverð er 7.000 krónur og er hægt að kaupa miða í netfanginu siguroli@ka.is. Það var hanglaðansdeildin með spilastokka til sölu með leikmönnum KA og KA Þórs. Forsala stendur til 25. mars og hvetjum við alla til að styrkja handboltan leið og þú eignast skemmtilegan spilastokk. Úrslitakeppnin heldur áfram í Blakinu og tekur karlalið KA á móti Aftureldingu í kvöld kl. 20:00. Gríðarlega mikilvægur leikur enda jafnt í einvígi liðana. Kvennamegin þá hefst einvígi KA og Stjörnunnar í Garðabænum á miðvikudaginn og liðin leika svo í KA-milinu á föstudaginn. Endilega kíkið á topplag hjá okkar flottu liðum. Lokaleikur KA í deildakeppninni í handboltanum er gegn Val U á föstudaginn í KA-milinu. Strákarnir þurfa sigur til að eiga enn möguleika á sigri deildinni. Í fótboltanum þá eru flotti leikir í Boganum á laugardaginn. KA tekur á móti Grindavík í undanúrslitum Lengjubikarsins og Þór KA leikur lokaleik sinn í riðlakeppninni gegn FH. Það var ekki fleira að sinni. Takk fyrir áheyrnina og áfram KA!